Stökkbreyting er tilviljanakennd breyting á erfðaefni eða DNA. Stökkbreytingar geta orðið vegna geislunar, vegna áhrifa eiturefna eða að því virðist bara út af engu. Langflestar stökkbreytingar breyta engu. Það í raun bara skemmir frumuna. Hún hættir kannski að gera það sem hún á að vera að gera. Og ef ein fruma stökkbreytist og hættir að gera það sem hún á að vera að gera, það breytir ekkert voðalega miklu. Sumar stökkbreytingar verða þess valdandi að fruman fer að gera eitthvað óæskilegt, eins og að fjölga sér stjórnlaust, þá erum við farin að tala um æxli eða jafnvel krabbamein, á meðan aðrar stökkbreytingar gera frumuna jafnvel betri. Stökkbreytingar verða í frumum okkar og í raun frumum allra lífvera, einhverjum frumum, og eins og ég sagði áðan, þá breyta þær flestar litlu. Til þess að stökkbreyting breyti öllum frumum líkamans, þá þarf stökkbreytingin að eiga sér stað á fósturskeiði, helst bara á okfrumustiginu þegar við erum bara ein fruma. Eða að stökkbreytingin þarf að hafa átt sér stað í kynfrumunum, sem að verða svo að nýjum einstaklingi. Því að stökkbreyting sem á sér stað bara í einni frumu í líkamann og mér til dæmis, sú stökkbreyting hefur engin áhrif á aðrar frumur í líkamannum. Og það eru í raun fæstar stökkbreytingar sem eru til góða, ef svo má segja, gera lífveruna betri heldur hún var áður. En stökkbreytingar eru hluti af ástæðunni af hverju við erum með svona margar og ólíkar tegundir af lífverum á jörðinni.